Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Foss Hótel Húsavík hefur tekið miklum breytingum eftir stækkun og gagngerar endurbætur á gamla húsnæðinu. Hótelið nú með 110 herbeggi og velbúnir fundarsalir eru nokkrir, enda var hótelið innréttað með það í huga að markaðssetja það sérstaklega sem ráðstefnuhótel. Fyrir breytingar voru herbeggin 70, þannig að stækkunin veruleg. Húsavík fjölsóttur ferðamannastaður, hvalaskoðun dregur marga til bæjarins og ýmsar náttúruperlur eru innan seilingar. Húsavík því á margan hátt góður kostur fyrir ferðafólk. Brynja Jóhannesdóttir og Einar Karl Guðmundsson tóku nýverið við rekstri Foss Hótelsins á Húsavík. Við erum með 5 sali í notkun eins og og allir fullbúnir með tækjum og tólum til þess að halda almennilegan og góðan fund. Þörf á ráðstefnuhóteli hérna fyrir norðan? Það verður það. Það stefnan að þetta verði sem best nýting. Húsavík mikill ferðamannabær. Já. Það þá hvalaskoðunin sem trekkir helst að hérna á Húsavík? Já, í augnablikinu það náttúrulega það sem mest áherslan lögð á hvalaskoðun, en svo þeir að gera þessi sjóbuð og vonandi kemur nýr vinkill á ferðarþjónustuna með komið þeirra. Hvers konar ferðamenn það sem koma hingað til ykkar? Þetta ferðamenn sem koma hérna á rútum eða þetta bílaleigubílar eða bland? Þetta í bland. Þetta svona 60% rútur og 40% fólk á eigin vegum. Fólk þá að gista hér 1 til 2 nætur? Já, langmest. Það heyrir undirtekninga að fólk lengur heldur en 2 nætur. Og flestir væntanlega að fara í hvalaskoðun? Jú. Það stór hluti. Allavega ferðamönnum, svo erum við náttúrulega með fólk í öðrum erindingjörum, viðskiptafólk annað, þegar ég veit ekki hversu mikið það skoða hvali. En svo náttúrulega eru náttúruperlur hérna í kringi í allar áttina. Já. Mývatnssveitin, hún tókar? Já, Ásbyrgi, klárlega líka. Þau Brynja og Einar Karl segja eðlilega mismunandi að þjóna gestum eftir þjóðernum. Gestir ráðfæri sig gjarnan við starfsfólk hótelsins ferðatilhugun svæðið. Það kemur alveg fyrir, en í flestum tilfellum fólk með sína ferðir alveg planaðar frá upphafi til enda. En það alltaf einhverjar spurningar svæði sem það á. Það kannski eitt staður í viðbót sem þið gæti hugsað sér að fara á til þess að bæta við sína ferðaáætlun, sem alltaf gaman. Það kannski frekar á veturna að fólk sé að spyrja okkur ráða. Já. En ég held að það spilar leikir náttúrulega inn í ferð og veður og annað. Finnið þið alveg fyrir því að ferðafólk það kemur mjög vel undirbúið í Íslandsferðina? Já, mjög vel undirbúið. Bæði í fatnaði og í rannsóknum á bara verði og öðru líka. Sumum finnst þetta alveg óbúslega gaman að vera úti í einhverju blindhríð og sérstaklega liðið sem sér kannski snjó 1-3 ára fresti. Þannig að það náttúrulega svolítið misjafnt. En við höfum alveg klárlega fengið kvartanir á hótelið fyrir hvað veðrið vont. Já. Þannig að fólk gerir alveg ráð fyrir að við getum breytt þessu. Þannig að það bara... En hvað með heimafólk sækir það? Já, mjög mikið. Við erum mjög ánægð með bara viðkvæmdaukur hótelsins af heimamönnum. Þeir eru duglegir að koma hérna í bæði mat og drykk og við erum mjög sátt við hvernig heimamenn hafa tekið okkur. Hvað með verðlagninguna? Hann stundum talað að það sé dýrt að heimsækja Ísland og hótel séu svolítið dýr, hvort sem það matur eða drykkur eða önnur þjónusta. Við lögðum mikið upp úr því þegar við gerðum nýja matseðil að verðleggja okkur fyrir heimamenn. Við viljum fá heimamenn hérna inn alveg saman hvort þessi sumar eða vetur og þannig að við viljum að við séum fyrstu kostur fyrir fólk þegar það vil koma og gera vel við sig í bæði mat og drykk. Matseðillinn tekur töluvert mið af fáanlegu hráefni úr héraði. Við erum heppin að við erum með bleikju hér á svæðinu, við erum með viðbót, við fáum hamborgara bæði, við erum með villibráðana þaðan, við erum með villibráða hamborgara, við erum hreindýrahamborgara, svo erum við með alveg frábæra þessar Galloway hamborgara. Grænmeti frá Hveravöllum. Þannig að við erum
Við erum mjög heppin með hvað mikið af okkar hráefni á matseðlinum kemur af svæðinu. Þið eru svona tiltölulega nýflutt hingað til Húsavíkur. Ég bara svona eins og spurtur, how do you like Húsavík? Mjög vel. Þetta bara, já, okkur hefur verið vel tekið. Já, mjög vel tekið. Við náttúrulega dveljum kannski flestu stundum hér á hótelinu og löpum hérna á milli og heim, en það sem hefur svona snúið okkur, bara við erum mjög sátt með það. Þetta er törn sem að hefjast núna ferðamannatímabilið að fara á fullt. Já, við finnum fyrir því. Þannig að þetta er bara langi vinnudagar og skemmtilegir. Er vinnudagurinn frá hvað? 7 á mótana til 11 á kvöldin? Það er svona 8-12. Þannig að það er bara þannig. En það er bara tilgangurinn þegar ekki að kljást við þetta nýja verkefni? Algjörlega. Þetta er það. Búið að ganga mjög vel hingað til, þannig að við búumst ekki við neina öðru en bara góðan hlutum í sumar. Og þeir eru farin að þekkja áttirnar hérna fyrir mánuð? Nei. Ég er mikið talað í áttum og ég veit aldrei hvert mér er að fara. Ég get ekki eins og sagt í hvað átt húsið okkar er hér. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.